Uppsjávarflotinn öflugur hvort sem að ræða skip sem vinna afurðirnar á hafi úti eða skip sem sjá landvinnslunni fyrir hráefni. Í þessu myndbandi kynnust við starfi Háseta og matsvins á Berki NK sem sér landvinnslu fyrir hráefni og við kynnust líka störfum Háseta á Vilhelm Þorsteinssyni EA sem vinnsluskip, aflinn sem sagt unnin borð. Hérna börkur á loðnuveiðum í nót úti fyrir Snæfellsnesi. Mörg skip á miðunum nánast í einum hnapp. Áhöfnin þarf að vera samhent þannig að allt gangi upp. Þetta þarf að ganga stundum hratt fyrir sig og örugt og við þurfum náttúrulega bara að standa saman sem einn og minna hvern annan á það eða einhver kannski sem kannski vanari þú minna vanur eða annað að við séum að gera rétt sko. Það gengur oft mikið á. Já, það getur gert það. Það oft liggur mikið við að svo þegar þurfum að fara út og annað. Það getur verið stuttur tími frá því að dorran finnst og margir bátar hana kannski og reyna að koma, gera þetta klárt og annað og eins þegar þetta svona búið að dæla og annað og gera þetta klárt í næsta kast af því að ef þú tekur það ekki bara eins fljótt og þú getur þá kemur annað skip bara og svínar á því að þannig og tekur torfuna. Og stundum þarf áhöfnin að bíða. Já, það fylgir þessu að við getum þurft að bíða að þetta finnst ekki og gefur sig ekki rétt og það getur verið hvalur truflokkur og stundum menn úti komnir út og standa úti kannski ég segi kannski klukkutíma saman en menn kannski standa úti kannski klukkutíma og það kannski alltaf verið að hringsóla yfir bráðinu og þetta gefur sig ekki alltaf á augnablikinu sem menn vilja láta nótina fara til þess að þetta gangi rétt í og skili sem mestu náttúrulega. Þetta viljum við náttúrulega kasta sem sjaldnast og fá sem mest. Það náttúrulega hagur allra, bæði okkar og útgerðar og slíta veiðarferðum og annað ef þetta gerist í stuttum tíma. Reglulega farið yfir öryggisþætti borð. Stundum skemmast veiðarfæri og þá þurfa handtökin að vera snör og þumlaus. Góður sjómaður náttúrulega bara góður félagi sem maður getur treyst á í blíðu og stríðu. Það á að vera gaman inn á milli og þetta getur verið erfitt og það kom upp alls konar mál, bæði leiðilega og skemmtilega og þú þarf að vera þannig að öllum líði vel og þú getur leitað til alveg sama hvort það Háseta eða skipstjóra eða allt á milli Þetta fjölveiðiskipið Vilhelm Þorsteinsson EA. Aflinn unnin borð og í áhöfn hátt í 30 manns. Vélbúnaðurinn margt flókinn. Takmarkið að hámarka gæðin og þar með afurðaverðið. Og hráefnið fer í gegnum allar vinnslulínur á miklum hraða. Háseti sér til dæmis veiðarfæri og sjá hvort að þau séu klár og kemur þeim í sjóinn og allt saman til það og svo vinnslan þegar aflinn komin niður í skipið og sér að vinna aflann Vinnslan borð breytileg eftir vertíðum. Hérna tvöföld áhöfn enda veiðiferðir vinnsluskipa lengri en skipana sem afla hráefnis fyrir landvinnsluna. Það svona mánaðartúrar og mánuður heima. Þetta svona sirka en svo lítið til og frá. Matsveinninn á Berki sér ekki aðeins að áhöfnin fái næringu allan sólarhringinn, hann vinnur líka á dekki og hann þarf að undirbúa veiðiferðina vel. Oft á tíðum ekki vitað hversu langur túr í uppsiglingu. Já. Það getur farið hálfa mánuð þess vegna. Og hvað gerir kokkurinn þá? Það bara spilar úr því sem maður hefur. Svona hefðbundinn vinnudagur hjá kokkinum til dæmis þessum túr? Ég veit það ekki, og erfitt að segja. Það getur verið bara 10-12 tímar og eitthvað meira að missa bara. Eru fastir matmálstímar? Já, við reynum það. Ef það hægt, þá gerum við það. Svo getur það dregist eitthvað, það að veiða á fullu. Það getur dregist eitthvað svona, það reddast alltaf. En þú sinnir ekki bara kokkastarfi? Nei, ég á dekki líka. Hvað gerurðu á dekki? Það bara allt mögulegt. Það svona bara svo venjulega allt venjulega bara. Getur verið vissin. Og hleypurðu þess á milli í kokkastarfi? Já.
bara nota alla tíma sem hægt En þú ert einn kokkur borð? Já. Við erum bara 11 á núna. En það unnið allan sólarhringinn, hvernig sérðu þá áhöfninni fyrir? Já, það svona, þá koma tímar á milli alltaf, það ekkert alltaf unnið allan sólarhringinn. Hvað matinn hjá þér í dag? Ekki, steiktur fiskur og róður eitthvað í kvöld svona eftir hvað við vorum að gera. Hvað við vorum að brasa og vonandi komast á að veiðar bara. Við erum stödd á Höfn í Hornafirði, nóta- og togveiðiskipið Jóna Eðvalds liggur við bryggju með hráefni. Fljótlega verður hafist handa við að dæla því inn í fiskjuðuverski neðar Þinganes. Hérna ræður tæknin ríkjum, íslenskt hugvit nánast alls ráðandi. Uppsjávartegundirnar sem íslenski flotinn veiðir eru síld, makríll, loðna og kolmunni. Störfin sem tengjast beint uppsjávarvinnslunni eru margvísleg og ólík. Öll störfin skipta miklu máli. Í þessu myndbandi verður rætt við framkvæmdastjóra veiða og vinnslu hjá Skinney Þinganesi og við kynnumst starfseminni í fiskiðjuverinu. Framkvæmdastjóri veiða og vinnslu ber ábyrgð á útgerð skipanna og nánast öllu sem við kemur skipum. Hann þarf þess vegna að vera í nánum tengslum við marga. Stór hluti af starfinu í rauninni samskipti við annað fólk og frá því sjómenn og allir sem við koma að skipinu á einn og annan hátt, vinnslan, sölumenn. Þannig að það nánast, ég í samskipti við nánast allt starffólki í fyrirtækinu. Áður en vertíð hefst að mörgu að huga. Upphaflega fáum við úthlutað kvóta eða aflaheimildir. Þá getum við farið að huga hverja vertíð. Skipið þurfa vissulega að vera í lagi og viðhald gott. Slippir eru annað hvert ár. Þannig að það svona grunnurinn í góðu viðhaldi. Það að nýta slipptöku og þann tíma í kringum slippin til að hafa skipines klári vertíðar og mögulegt Veiðarfæri, við þurfum að fara yfir þau og vera tilbúni með veiðarfæri og varaveiðarfæri fyrir hverja vertíð. Svo þarf mannskapurinn að vera vel samstilltur og til í tuskið. Því það gengur mikið á og ekki hægt að stoppa eftir að við farið af staði í hverja vertíð fyrir sig. Fyrir hverja vertíð þá sest, má segja 5 manna teymi. Það er framkvæmdastjóri, útgerðarstjóri, framleiðslustjóri, sölustjóri, þetta allt einhverjir stjórar og verkstjóri uppsjávarvinnslu. Við setjumst saman niður og förum svona gróft yfir vertíðina, söluhorfur á fiski, hvenær við sjáum að við byrjum að viðkomandi vertíð. Það fer mikið til eftir bara eins og komandi síldavertíð, þá fylgdumst við vel með því. Það eru alltaf önnur skip á svæðinu, þannig að leið og við fréttum að það eru komnar síldarloðningar, þá leggjum við í hann. Það þarf að undirbúa ýmislegt, vinnslan þarf að vera klár og framleiðslan, þetta þarf allt að renna ljúft í gegn. Við þurfum að skoða markaðshorfur og ákveða gróft hvað við ætlum að framleiða í fyrir vertíðina. Við skulum ekki bíða boðana með dæling úr Jónu Eðvalds í fiskiðjuverið hafin. Hérna hraðinn mikill og tæknin alls ráðandi. Þegar verið að vinna síld fara 1500 síldar í gegnum vinnsluna á mínútu og 20 stykki á sekundu. Nú erum við hérna í því rýmið þar sem síldin dælt hérna inn eftir lögnunum og hér kemur hún beint úr skipinu sem býður 50 metra fyrir utan húsið við cirka -1,5 gráðu og hún kemur hér inn í sjóskilju þar sem blóðvatnið tekið frá niður í þvottakurinn hér og niður á flokkarana og það eru flokkararnir sem eru í raun og veru lykilskref hérna á þessu svæði í vinnslunni. Það hérna sem eru teknar ákvarðanir í hvaða afurð hráefnið fer.
og í dag erum við að vinna 3 mismunandi afurðir. Við erum að heilfrysta síld, við erum að flapsa síld og flaka síld og þá í raun og veru ákveðum við hvern afurðaflokk fyrir sig út frá stærð síldarinnar. Hún kemur eðlilega óflokkuð um borð í skipið, þannig að hér verður að ná henni í sundur til að hámarka verðmætið. Eftir flokkun fer hluti af síldinni í flökun. Flökunarvélarnar eru algjörlega sjálfvirkar. Það sem síldin er í raun og veru stýrt inn í skúffurnar og henni síðan allri snúið, þannig að hún snúið öll á sama hátt. Síðan fer hver einasta síld hérna í myndatöku. Það sem er greint hvort hún sé skemmt eða í lagi til flökunar og eins er þá möguleiki að henda hérna út meðafla sem stundum slæðist með, til dæmis spærling í þessu tilviki. Og eins og þið sjáu þá er engin mannshönd sem kemur að þessu lengur, heldur bara að flæðið síldin hér í gegnum flökunarvélina og svo sjálfkrafa í 8 miðlunarkörur sem eru miðlunarkörur fyrir vigtar og pokavélarlokunina. Já, hráefnið fer á miklum hraða í gegnum vélasamstæðurnar og tölvubúnaður fylgist með öllum þáttum vinslunar. Geymsluþol hráefnisins ákvarðast af kröfum kaupenda sem gera ríkar kröfur gæði. Ef síld er geymt við bestu aðstæður og með höndlurétt er hægt að varðveita hana til frystingar í allt að 4 til 5 daga. Áfram skulum við fylgjast með hráefninu, fara hinnar ýmsu stöðvar fiskiðjuversins. Næst er að vigta hráefnið í réttar umbúðir. Og hér er vigta nákvæmlega í rétta skammta og þessi skammta færast svo sjálfkrafa hátt yfir á pokavélasvæðið sem við skoðum á eftir. Það eru 4 vigtar hérna, alls sjálfvirkar og enginn sem kemur neitt nálægt í. Áfram heldur síldin ferðalaginu, nú kemur hún hérna frá vigtunum og niður í þessar pokavélar. Og hérna í raun og veru kemur síldin í fyrsta sinni lokað ílát og þið sjáuð að hún dettur hérna niður í plastbakka og þessi plastbakkar eru í raun og veru faratækið hennar í framhaldi. Síldin fer síðan í mismunandi lit af pokum og þetta er þá gert til að þekkja afurðirnar í sundur. Áðan vorum við að flagga og heilfrysta og flapsa síld sem þýðir að við þurfum í raun og veru 3 mismunandi liti til að þekkja afurðirnar í sundur í ferlinu. Og hér er raun og veru áframhaldandi sjálfvirkni, það er einn eftirlitsmaður sem fylgist með búnaðinum en að öðru leyti á þetta að geta gengið á eigin forsendum og raun og veru tölvur sem safna skömmtunum rétt inn á miðlunarbönd sem keyra afurðirnar inn á fristana. Fristar fiskiðjuversins eru 10 talsins, afkastageta þeirra er samtals 750 tonn á sólarhring. Til að átta okkur betur á magninu þarf 30 flutningabíla til að flytja 750 tonn af afurðum. Einn starfsmaður fylgist með því að allt gangi samkvæmt áætlun. Héðan kemur þetta þá þegar það er búið að ýta þessu út úr fristunum inn á kassavéla enda eða kössun. Og hér er markmiðið að setja þessa plastpoka frosnu blokkir í ytri umbúðir. Þetta getur umbúðir frá þeim framleiðanda sem við erum að framleiða fyrir og hér prentum við þá upplýsingar hvaða lot þetta er, úr hvaða veiðiferð þetta er og annað slíkt. Og aftur gerist þetta á sjálfvirkan hátt. Blokkirnar eru greindar í sundur eftir litum, settar í rétta kassa og komið á sjálfvirkan hátt inn í frystiklefa, þar sem það eru geymdar til útflutnings. Nú eru liðnar liðlega 2 klukkustundir síðan hráefninu var dælt úr nóta- og togveiðiskipinu Jónu Eðvalds inn í fiskiðjuverið. Og hérna skilum við svo afurðinni inn á frysti. Frostið er 28 gráður í frystigeymslunni og hérna bíða afurðirnar útflutnings. Og eins og þið hafið séð þá er þetta náttúrulega hátækni iðnaður og það er eiginlega alveg frábært að við skulum vera í þessu sporum núna á Íslandi að vera að vinna úr íslensku hágæða hráefni með íslensku hugviti því að nánast allt sem við höfum séð hér inni er hannað af íslensku fyrirtækjum og smíðað á Íslandi. Og þetta í raun og veru hefur veitt Íslandingum verulegt samkeppnisforskot á þessum mörkuðum á síðustu árum. Og við bara hlökkum til að halda áfram að bylta þessu enn frekar. Númer 1 er að veiða fiskinn og undirbúa þann þátt. Númer 2 er að vinna og skapa þessi verðmæti sem að fiskurinn gefur okkur. Og númer 3 er að koma á erlenda markað á sem hæstu verði. Og þegar þessir þættir eru á einni hendi, eins og er í dag í okkar fyrirtæki, þá hámörkum við verðmætið. Og ja, allir þættir eru undirbúnir saman. Þannig að þetta er gríðarlegur ávinningur fyrir íslenska sjávarútveg í dag að hafa þetta á einni hendi.
hámarka gæði, hámarka verðmæti og er klárlega samkeppnisforskot á við önnur lönd.